Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og ætlum að vinda okkur yfir í aðeins önnur mál því í gær hófst árveknisátak ungt fólk og krabbamein og þau eru hingað til mín komin frá Norðankrafti, þau Tinna Stefánsdóttir og Jón Gunnlaugur Stefánsson. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir. Átakið hófst í gær, Já. eflaust einhverjir séð auglýsingar það. Og þetta er ekki fyrsta sinn sem svona átak fer fram, það nokkuð? Nei, þetta er alltaf árlegt Já. og er svona til þess að vekja athygli á ungum krabbameinsgreinendum og í ár er verið að pæla kannski að sé fólkin í kringum þá sem greinast en á Íslandi greinast cirka 70 ungir einstaklingar, það er bilinu 18 til 40 ára hverju ári. Já. Og við hugsaum svona nánast að neti það kannski bilinu 7-10 manns, þá erum við það 700 manns sem að krabbameini hefur áhrif á. Já. Og við erum aðeins að horfa á þetta fólk sem að tengist þeim sem er greindur. Einmitt, því að krabbameini, eins og þið segið, hefur ekki bara áhrif á þann sem greinist, heldur bara alla fjölskylduna og vini og vandamenn. Já, svo sannarlega. Og þið náttúrulega, þið eigi bæði ykkar sögu af því að greinast sjálf, þannig að þetta stendur ykkur alveg sérstaklega nærri auðvitað. Já, það gerir það. Ég greinist 2018 með sjaldgæft eistnakrabbamein og fór í stóra aðgerð og mikla lífagjöf. Já. Þannig að þetta er allavega að maður kannast við þetta. Þannig að mér finnst skipta máli að hugsa vel fólki í kringu sig, bæði maka og börnin og vinina og foreldra. Já. Vera bara, gefa bara allt út, eins og sé. Vera opinn með. Vera opinn með, sama hvar þetta er eða hvernig þetta er, sko. Bara að segja rétt frá þessu. Já. Því þetta er ekkert feimnismál. Nei, alls ekki, á ekki að vera það. Nei. En kannski eitthvað svona, það þarf að tala það samt að því að fyrir mörgum er það kannski einmitt, getur það ennþá verið það, þrátt fyrir að það hefur verið þessi, að umræðan hafi færst í aukana á undanförnum árum. Já, og maður heyrir oft með krabbameinsgreinda að fólk svona þorir ekki að tala við það, að byrja ræðum sjúkdóminn eða bara hvernig líðanin er, að það hræðist það hvað á ég að segja, hvað má ég spyrja og það ertu ekki sammála því? Jú, mjög sammála, það er alveg þannig. Þannig að þó að maður sé þegar maður er í þessum ferli og maður hittir einhvern þá þarf svo sem alltaf að tala veikindin en ég var alveg vitni að því að maður hitti einhvern á Glerártorgi eða eitthvað það bara svona labbaði framhjá. Vissi ekkert hvernig það átti að byrja samtalið sko. Nei. En maður skilur það svo sem alveg, veit ekki hvernig maður hefur það og svoleiðis en það bara skiptir máli bara að tala eitthvað annað líka heldur veikindin skilur meðan að þessu stendur. Já. Og maður skilur alveg að fólk er stressað yfir því að veit ekki hvernig mann líður og svoleiðis. Nei, það er mitt að kannski hrætt við að segja eitthvað rangt eða koma fólki úr jafnvægi eða eitthvað því líkt. Ég sé sem mig, ég er svo heppin ég greinist með góðkynjaæxli, þannig að ég þarf ekki svona stóra aðgerðir en eitt þannig, bara smá aðgerðir á fingri, 2 aðgerðir sem hefur verið að taka æxli og setja svo bein í staðinu svona, sem hefur reyndar ekki gengið neitt rosalega vel og hefur svona pínu kollvarp á mínu lífi. Ég get ekki lengur starfað sem sjúkraþjálfari og fór bara á annan vettvang en er hjá Norðankrafti og hjá heilsugæslunni og öðrum verkefnum sem er bara virkilega gaman. En ég finn það svona auðvitað hafði þetta áhrif á líf manns. Ég er kippt út úr vinnu og í hálft ár get ég ekkert gert með maður að bíða eftir hvort að beini grói og allt þetta og ég meina stelpu sem er verið 12 ára og hún spyr mig í dag bara mamma ég er í lagi með þig og þá fer ég að hugsa ok, andlega heilsa mín kannski ekkert rosalega góð af því að þetta hefur áhrif á maður hugsa hvernig framtíðin verður í lagi, hvað ég tekjur og allt þetta sem að þetta hefur áhrif, sérstaklega búin að vinna sér verktaki öll þessi ár og hefur kannski ekki heldur bara stórt á bakfissi, einhverju vinnu eitthvað þess að þar og þá fór ég að pæla þess kannski maður útskýra þess fyrir þeim hvað er í gangi því að auðvitað upplifa þau hvernig okkur líður og ég bara geri það og hún bara já ok, það er sérst ekkert alvarlegt og þá var hún búin að ímynda sér að það væri bara eitthvað mikið í gangi. Þannig að upplýsa börnin og bara þau skilji hvað er í gangi held ég að skipti miklu máli. Ekki bara allt í einu eins og með alvarlegu krabbamein að þau eru bara haldið fyrir utan og svo bara komið að deyja þá það kveðja foreldrið. Að þau hafi, meðan þau geta tekið á móti upplýsingunum að þau fá upplýsingarnar sem skipta máli. Fá að vera með algjörlega. Í ferlinu. Skiptir öllu máli að leyfa að vera með ferlinu og fylgjast með. Það er ekkert að fela. Nei. Af því að þau náttúrulega skynja væntanlega hvort sem það er ekki allt í lagi, sko, þá er því ekki verið að ræða hluti. Já, það gerir það. Og orðið krabbamein fyrir börnum er svona pínull dauði, þó sé ekkert þannig skilur í flestum tilvikum, en þannig að það bara leyfa þeim vel að fylgjast með. Já. Og leyfa þeim bara að vera með í þessu verkefni. Þetta er bara verkefni.
Já, að sjálfsögðu. Þetta er bara verkefni sem maður tekur einn dag í einu, mikið aðra taka ekki og bara prjóna yfir sig, bara einn dag í einu. Já. Og þá er þetta allt í einu búið, sko. Ég meina, ég fór allt sumar í 2018 í yfirmeðferð og mjög fljótt fór ég að hugsa, ok, hvenær verð ég búinn? Það þýðir ekkert að hugsa þannig, það er bara að þetta er búið þegar þetta er búið. Já. Taka einn dag í einu. Þolinmæðin sem gildir í þessu eins og svo mörgu öðru. Hvernig fer starfið fram hjá ykkur í Norðankrafti? Þeir eru náttúrulega svona norðandeild krafts, ekki satt? Já, starfið er bara fyrir alla sem eru í krafti. Já. Hvort sem eru einhver sem hefur fengið krabbamein eða ættingjar eða vinir. Og við verðum hittist á miðvikudagskvöldum og núna var síðasti hittingur hjá okkur náttúrulega bara afræn. Já. Þá vorum við bara að kynnast og ég var svona að kynnast hópnum og þau kynnast mér og svo tókum við smá Kahoot keppni sem Jónni var ekki góður. Og svo næsta miðvikudag þá ætlum við að fara í smá bara útiveru, ætlum að hittast og taka smá göngum. Já. Ég ætlaði nú að fara upp á Fálkafelli en við skulum sjá hvernig snjólögu verða, svo mikil snjókoma. Þannig að þetta er bara að hafa gaman, fá fræðslu, hittast og bara hafa gaman. Já. Þannig að, og með átakinu það er verið að selja núna húfur sem eru framleiddar á Íslandi að varma. Mjög flottar. Og eru merkta lífið núna og bara virkilega vel vandað, þannig ég mæli með að flestir næli sér í þannig. Það fást hjá Krafti bara á heimasíðunni og svo í Símanum og Geysi, þannig að það er hægt að næla sér í hú og styrkja þannig við þetta. Alveg kjörið ef fólki vantar höfuðfat. Sérstaklega núna í þessari snjókomu sem er hérna. Já, ekki veitir af, sko, og styrkja gott málefni í leiðinni. Já. Svo er hægt líka að styrkja mánaðarlega fyrir þá sem vilja. Já. Og það er hægt að fylla það út bara á netinu. Já, og fólk getur þó væntanlega stýrt framlögum sjálft bara eftir hvað það hefur tök á að gera. Já, inn á heimasíðunni lífiðnúna.is það er þetta bara bæði við að gera mánaðarleg framlög eða bara eitt framlag. Já. Og líka lesa sögur þá ættingja og vina og maka sem hafa verið með greindan einstakling. Já. Þannig að ég mæli með að skoða þá síðu, hún er virkilega flott. Já, mikið í hana lagt. Já, virkilega flott framtak sem var unnið þar. Og þetta og hittingarnir hjá okkur, er þetta satt í hverri viku? Aðra hverri viku sem þið hittist. Sem við hittumst, þannig að verðum, cirka annar hvern miðvikudag vonandi og vonandi fyrir maður að geta hist meira í einn persónu þegar við fyrir að fá fleiri bóluefni til landsins og svona. Já, það hlýtur að vera. Já, það er góði tíma framöndan. Ég er alveg viss um það. En við auðvitað hvetjum alla sem vilja kynna sér þetta betur til þess að heimsækja heimasíðuna. Já. Og svo náttúrulega að fylgjast með bæði Krafti og inn á samfélagsmiðlum, er það ekki? Jú, þú verður mikið á samfélagsmiðlum núna. Já, þannig að það er að gera fyrir alla sem vilja vera með puttan á púlsinum að fylgjast með það. Já. Svo sjáðu að Hof lýst appisinu gult núna í tilefni þessu. Þannig að getið keyrt framhjá og séð þetta fallega ljós. Vitt að það eru fært innan bæjar, það snjóar ekki mikið meira, þá getur þú farið og kíkt á þetta. Frábært, bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu mikilvæga máli. Já, takk kærlega fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur.